þá ætla ég að byrja hérna á þessari stýrðu þryggjafasa brú. Hún er heilstýrð. Það eru 6 stýrstórar og skulum sjá, skjárinn er eitthvað ekki að, jú, núna. Hann er komin í gang núna. Og hér sjáum við að ef við erum með opnunarhorn frá 0 til 90 gráður, þá erum við með jákvæða spennu og þá erum við sem sagt með stöðlinn hérna kósinus af alfa með 1 hérna og síðan lækkar hann hérna niður í 0, kósinus af 90 gráðum er 0 og síðan höfum við neikvæða spennu hérna. Og svo að við getum með þessu nýtt hemlunarorku frá álaginu þegar álagið breytist í spennugjafa eins og með spilmótor. Og sem sagt, spennan út við 30 gráðu opnunarhorn lítur út svona. Við sjáum hér erum við með spennu sem er mun hærri. Hún er tiltölulega oft sem að við fáum hérna púlsa, eða helmingi oftar heldur en ef að við værum með bara hálfstýrðabrú. En aftur á móti þá verður breytingi miklu hraðari hérna, að spennan lækkar miklu hraðar niður við 90 gráðunar, þá við skoðum næst 60 gráðu opnunarhorn, en þá við fáum hérna tiltölulega oft púlsa inn á vegna þess bæði samanburður hér, þar sem að spennurnar eru að mætast og líka hérna niðri. Þá fáum við púls eftir ákveðin tíma. Og svo við 90 gráðunar, þá sjáum við á þessari mynd hérna að jákvæð og neikvæð spenna hérna inn á milli er jafn há. Og þess vegna núllast jafnspennan alveg, eða spennan verður bara 0 volt, þannig að hún er jafn há jákvæð og neikvæð. Þess vegna er meðalgildið 0 volt. Við sjáum það á þessari mynd. Og síðan, ef að opnunarhornið kemur seinna, þá erum við með neikvæða spennu. Og þá getum við í rauninni keyrt tilbaka. Straumurinn færi þá í sömu átt vegna þess að þá er álagið orðið að spennugjafa plús hérna neðanverðu og álagið myndi þá knýja strauminn í þá átt hérna tilbaka inn á netið. Þannig virkar þetta og þið skulle endilega skoða þessi form og því að hérna, það getur verið að ég spyrji til dæmis hvers konar brú sendir frá sér svona spennu eða býr til svona spennu og þá náttúrulega getur við þurft að rissa upp mynd af svona brú, skiljiði, sem dæmi. Þannig að þá hérna, og ef að ef þetta kemur helmingi sjaldnar og við erum með þess að þá erum við bara með hálfstýrðabrú, þá lítur þetta aðeins öðruvísi út. Og við erum með þetta bæði yfirlit og ég er búinn að senda út þessar glærur á kennsluvefinn, þannig að þið hafið aðgang að þessu til að skoða þetta. Og eins með hérna hvaða sem sagt stýring eða hvaða brú gefur okkur þessa spennu hér og það er akkurat þessi heilstýrðarbrú með öllum hérna 6 týristórunum. Hún gefur okkur 0 volt þessi hérna við 90 gráður. Það er vegna þess að það er jafn há jákvæð spenna og neikvæð spenna innan í þessu hér. Ef að púlsinn kemur fyrr, eins og hérna við 60 gráður, þá erum við með meiri jákvæða spennu, eða spennurnar leggjast saman og verða jákvæðar, skilur við. En þá erum við með, það er þessi lína hérna, já, akkurat. Þá er spennan jákvæð hérna. En síðan er spennan orðin 0 hérna, þegar við erum með 90 gráður og
þá stendur hérna U með sama sem 0. Það er bara í 90 gráðum sem Já, það er bara í 90 gráðum sem að við erum með 0 volta spennu. Já, akkurat. Og síðan getum við bara nýtt hemlunaraflið ef að opnunarhornið er stærra en 90 gráður, einhvers staðar hérna á milli 90 gráður og 360, til dæmis við 120 gráður, þá lítur þetta út svona. Og þá er mínus U með hérna. Akkurat. Og formúlan er hérna einhvers staðar sem við notum til að reikna út þessa spennu, þessa jafnspennu, U með hérna. Og það er 3 sinnum rótina 2 sinnum U deilt með pi og síðan bara sinnum kósinus af opnunarhorninu. Þessi er aðeins frábrugðin og við finnum hana náttúrulega líka á formúlublaðinu okkar. Ok, þá skulum við halda hérna áfram með þetta og hérna kemur bara fram á þessari glæru sem sagt að við nýtum okkur þennan möguleika þegar að spennan er neikvæð með því að til dæmis við tókspil, rafmagnstókspil, að þá verður jafnströmsvélin að rafala þegar verið er að slaka út trollinu og þá stýrum við brúnni sem sagt, já, milli 90 og 180 gráður, ég sagði 360 gráður áðan, þetta er náttúrulega vitleysa hjá mér, frá 90 til 180 gráður og brúin áriðar bremsuaflið frá mótornum inn á netið. Akkurat. Svo, hér er bara svo smá sýnidæmi hvernig við getum reiknað út hvað spennan er hérna til dæmis við 120 gráður, að hún er þá mínus 270 volt. Og síðan hvernig við nýtum okkur aftur þessa tvær brýr, því að það er verið að tala um 4 fjórðunga í kaflanum, í seinni hluta 5. kaflans í bókinni, bláu rafdagni seinni hluti. Og ef að við erum með spilkerfi, svona rafspilkerfi, að þá höfum við fyrsta fjórðunginn til þess að hífa veiðarfærin borð. Og þá er brú 1 að afriða. Það er þessi hérna vinstra megin, brú 1 að afriða. Og hins vegar, ef við erum að slaka, þá þurfum við að rauninni að halda við veiðarfærin og þá verður rafvélin að rafala eða sem sagt spilmótorinn sem við kallum, hann fer í rafala virkni og þá áriðar brú 1 tilbaka hemlunar orkuna inn á netið og þá er þetta fjórðungur. En það er vegna þess að spennan snýst við en straumurinn hann fer í sömu áttina, skiljiði. Það er sami straumur í gegn hann hérna þessa átt. Þess vegna er þetta sett upp svona. Já, það er vegna þess að þegar til dæmis að við þurfum að ef að veiðarfærin eru öll borð og við þurfum að byrja að snúa trommurinni í hinn áttina, þá verðum við að senda strauminn í hinn áttina og þá er spennan líka öfug miðað við fyrsta fjórðunginn. Og þá erum við að tala um þriðja fjórðunginn, það er upphaf slökunar og þá sendum við straum hérna í gegnum mótorinn, þá verður að hafa plús hérna neðanverðu, sendum straum öfugt í gegnum mótorinn og þá snýst hann í hinn áttina til þess að koma veiðarfærum að stað. Síðan þegar að mótorinn verður að rafala þá snýst straumurinn við og hann verður með plús hérna neðanverðu og fer að framleiða straum og spennu og sendir þá orkuna tilbaka og þá skiptum við strax yfir á brú 1. Þegar brú 1 tekur við, það er bara púlsað inn á týristofna þar og hún áriðar tilbaka hemlunaraflið inn á netið. Þannig virkar þetta. Þannig að ef við erum að kasta, þá byrjum við á þriðja fjórðungi
setjum tromluna af stað og svo ferðum við strax yfir í fjórða fjórðung og förum að halda við veiðarfærin og þá kemur hemlunaraflið inn á netið og þá skiptum við sem sagt úr brú 2 strax yfir í brú 1, yfir í fjórða fjórðung. Og síðan þegar við erum að fara að hífa, að þá er þetta fyrsti fjórðungur sem er á ferðinni. Þá er mótorinn sem sagt í mótoravirkni og brúin hún er að afriða hérna. Ok, þetta er málið. Nú ef að ein brú er notuð að þá getum við með ákveðnum búnaði nýtt okkur hana að fullu í þessum 3 fjórðungum. Það er þannig að það þarf að vera búnaði til að breyta stefnu segulsviðsins í mótornum þegar það skiptir snúningsátt. Það er sem sagt í þetta US hérna, í þessu segulvafi. Og þegar hann á að skipta snúningsátt og aftur þegar hann breytir úr mótoravirkni í rafalavirkni. Og þá með þeim búnaði þá er hægt að nota tilstarbrúna í þessum 3 fjórðungum. Þá breytum við bara segulpólunum í mótornum með því að snúa við straumstefnunni í segulvafinu, þessu segulvafi hér. Ok, og hérna sjáum við þá bara betur hvað við erum með af myndum til þess að sýna mótorinn í mótoravirkni í fyrsta fjórðungi og síðan sem sagt rafvélina í rafalavirkni í fjórða fjórðungi þegar við erum að kasta og síðan er í þriðja fjórðungi hérna þá er hann mótorinn í mótoravirkni að koma trollinu af stað en í spilkerfunum þá erum við aldrei að nota sem sagt annan fjórðunginn. En þetta er sem sagt með þessari brú, með þessum 2 getum við verið að þá getum við nýtt alla fjórðungana og þá sem sagt ef að þið fengið spurningar spurningu það í hversu mörgum eða hvernig getum við nýtt þessar 2 brýr og útskýrið með því að setja merkja inn á þessa mynd inn á þessa fjórðunga hérna. Og þá segið þið það er bara hægt að nota þennan búnað í öllum fjórðungum. Það getið með því að útskýra það betur þá er brú 1, þá er mótorinn í fyrsta fjórðungi, þá er mótorinn í mótoravirkni og brú 1 hérna í fjórða fjórðungi í rafalavirkni, brú 2 þá er þriðji í mótorinn í mótoravirkni og í hinn áttina og í öðrum fjórðungi þá er brú 2 í rafalavirkni. Það er að brú 2 er hérna vinstra megin en brú 1 er hérna hægra megin. Þannig að þetta víxlast sem það sést. Akkurat. Og þetta er bara sama myndin aðeins öðruvísi útfært. Hérna. Akkurat. Og hér hérna sjáum við samanburð á þessu hálfstýribrú og hún er hérna notuð í rauninni bara í fyrsta fjórðunginum. Hún getur unnið bara í einum fjórðungi því að hérna er hvorki hægt að umpóla spennu né breyta straumstefnu í þessari brú. Því við erum með díóður hérna neðanverðu. En hins vegar þá getum við verið með þessa heilstýruðu brú í fyrsta og fjórða fjórðungi ef það er bara fastur óbreytanlegur straumur í gegnum segulvafið. Og þannig að sem sagt með
brú 1 og brú 2 þá getum við notað alla fjórðunga. Og þannig að það er bara farið þá yfir í þessum texta hérna, yfir alla þessa möguleika. Og svo er aðeins vegna þess að það er mynd í bókinni þessa stýrirás fyrir hálfstýra afriðunarbrú. Hún er hérna og hér erum við með þessar stýrirásir sem við höfum verið með að nota hérna í 107 stofunni, að það væri hægt að nota tengið upp á þennan hátt til þess að stýra til dæmis þessari hálfstýru þriggjafarsabrú og vera með hérna stýrirásina CCA 785 á þessum plötum og stýra þessu öllu saman. Og núna skulum við skoða hérna þetta blað sem við fenguð. Þarna eru spurningar sem að við erum með. Þannig ætla ég að fara út úr þessu og taka í staðinn hérna þessi svör hérna. Hérna fyrst eru hérna spurningar. Er þetta ekki fyrsta blaðinu hjá okkur? Nei, það er reyndar já, þetta er fyrsta blaðið, akkurat. Þannig að ég er með þetta annar staðar hérna, ég er með þetta hérna, sko. Hérna er verið að fara yfir þessar möguleika sem að hraðastýringarnar geta gefið okkur og ég hugsa að ég fari yfir það í annarri upptöku. Við skulum aðeins kynna okkur þetta efni og hérna er sem sagt aðeins kraftrás og tenging sem sagt við mótor hérna. Sem sagt hérna ÖVAF 12, hérna verður tenging í mótor og hérna er tenging inn frá neti, frá töflu, inn á 1, 2 og 3. Við skulum fara aðeins yfir þetta áður en að ég tek þetta upp. Förum við þetta hérna, kassamyndir tíðnibreyta. Setja aðeins á stoppið það.